Guðspjallið skrifar Guðspjalla maðurinn Matteus. Guði sé lof og dýrð fyrir sinn gleðilega óskap. Guðspjall þessa drottins dags að finna í 8. kafla Matteus Guðspjalls og það eru vers 23 til 28. Nú fór hann í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gjörði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn, en Jesús svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja, Herra, bjarga þú, við förumst. Hann sagði við þá, hví eru þeir hræddir þér trúlitlir? Síðan reis hann upp, hastaði á vindinn og vatnið og varð stilli logn. Mennirnir undruðust og sögðu, hvílíkur maður er þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Þegar við spennum greipar og biðjum saman bæn drottins, þá endum við jafnan á orðunum því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þessi orð í enda bænarinnar eru stundum kölluð lofgjörð. En þau ber ekki að skilja sem einhvers konar smjaður fyrir Guði, samt sem áður. Smjaður í vonum að hann bænheyrir okkur þá eitthvað frekar. Þessi orð eru yfirlýsing á því að við treystum drottni. Þetta er yfirlýsing á trausti til þess drottins sem við biðjum til. Hann er sá sem skapað hefur alla hluti með sínu orði. Hann hefur alla náttúruna í hendi sér. Hann stjórnar náttúrunni samkvæmt vilja sínum. Hann er ríkari en sköpunin öll því að hann hefur búið hana til. Hann er réttmætur eigandi alls sem til er. Hjá honum er mátturinn til þess að skapa og einnig mátturinn til þess að gera að engu. Eins og stendur í Sálmi 24. Drottni heyrir jörðin og allt sem á henni er, heimurinn og þeir sem í honum búa, því að hann hefur grundvallað hana á hafinu og fest hana á vötnunum. Ef einhver er sem getur svarað okkar bænum, þá er það hann. En að leita hans er okkur samt sem áður ekki endilega eðlislegt. Þess vegna leyfir Guð okkur að rata í ýmsar ógöngur, svo við vitum hvert við eigum að leita. Þannig var það að Jesús steig upp í bát í bænum Kapernaum við Galileu vatn. Það við norðvestur endan. Lærisveinar hans fylgdu honum að sjálfsögðu borð. Það var Jesús sjálfur sem leiddi lærisveinarna borð í þennan bát þar sem að erfiðið átti eftir að finna þá. Þetta var hans frumkvæði. Eiginlega leita alls ekki svona út þegar þeir létu frá landi. Við erum ekki að tala einhverja sérstaklega langa leið. Hvert getur maður eiginlega farið á svona litlu vatni? Þar sem að Galileuvatnið breiðast, þá er það það bil 13 kílómetrar og þá er aldrei lengra heldur en helmingurinn að því að næstu strönd. Sennilega ætluðu Jesú og lærisveinar hans ekki einu sinni að fara það langt. Kannski bara helmingin af því, svona eins og sneið af vatninu. Kannski eitthvað svipað eins og maður legði út frá Reykjavíkurhöfn og ætlaði að róa yfir á Kjalarnes. Maður á varla von á því að lenda í sjóháska á þeirri leið, er það. En það er einmitt það sem að gerist hjá lærisveinunum þennan dag. Háskinn kemur skyndilega yfir þá, þegar þeir búast allra minnst við því. Ólíkt því sem að sumir fræðimenn hafa haldið fram, þá er slíkt veður mjög óalgengt á þessu svæði. En svona er þetta náttúrulega líka þótt að hjá okkur, þótt að sé kannski ekki endilega sjóháski sem að ógnar okkur mest. Það getur verið hvað sem að sem kemur svona skyndilega. Veikindi koma til dæmis nærri því alltaf skyndilega og óvænt. Slys gera ekki boð á undan sér. Að missa vinnu getur verið óvænt og ýmislegt annað. Þannig mætti áfram telja. En auðvitað getur ógæfan líka komið hægt og bítandi
Og sumt hefur við kannski búið við alla ævi. Við heyrum svoleiðis dæmi líka í Nýja testamentinu. Til dæmis þegar við lesum sögurnar af því þegar Jesús læknaði sjúka, þá voru margir sem hefðu verið veikir lengi. Konan sem hafði haft blóðlát hafði haft það í 12 ár. Önnur kona sem var buguð af illum anda og gekk þess vegna kengbogin hafði fundið til í 18 ár. Maðurinn sem lá við Betesdalaug, hann hafði verið sjúkur í 38 ár. Lengur en sum ykkar hafa lifað. Og blindi maðurinn sem Jesús læknar í musterinu, hann var fæddur með kvillan. Í visku sinni leyfir Guð öllu þessu að koma fram við okkur. Hann leyfir að við finnum slíka þjáningu í lífinu. Því þannig er heimurinn sem við lifum í. Hann er fallinn í synd, hann er í andstöðu og uppreisn gegn Guði sjálfum. Og fyrir vikið er heimurinn okkar orðinn sjúkur. Í stað þess að vera hinn góða sköpun Guðs sem að vinnur með okkur, styrkir okkur og nærir okkur til eilífs lífs, þá er sköpunin orðin þannig að hún vinnur gegn okkur. Hún býður okkur bara sjúkdóma, slys, hörmungar, öldrun og að lokum líka dauða. Lærisveinarnir í bátnum sáu bylgjurnar sem komu á vatninu, vindir sem blés allt í kringum þá og hugsaðu með sér, núna væri þeirra tími kominn. Og hvar var Jesús allan þennan tíma? Jú, hann svaf. Auðvitað vissi Jesús aðstæðurnar. Hann var nú sonur Guðs. Þetta var ekki heldur þannig að þetta kom honum óvart. Þetta var á hans valdi. Hann leiddi þá einmitt þangað. Hann vissi að þetta myndi gerast. Engar síður kom ekki hljóð frá honum. Hann lá þarna í skutnum með lokuð augu og svaf á púða. Hvers vegna sefur þú drottinn? Margir hafa hugsað þau orð þegar þeir leita drottins í bæn, en himinin er þögull. Hvers vegna skrifar ekki Guð með fingri sínum á skýin á himnum, svo að allir geta séð hann? Hvers vegna læknar hann ekki alla sjúka sem biðja hann? Hvers vegna leyfir hann slysum og stríðum og alls konar illu að halda áfram í heiminum eins og ekkert væri? Hvers vegna lindrar hann ekki mína þjáningu? Kannski hugsuðu lærisveinarnir svona. Hvers vegna gerir Guð ekkert í þessu óveðri sem að drepa okkur? Herra, við förumst, segja þeir við Jesú. Og það er hér sem að boðskapur þessara litlu sögu kemur okkur svolítið á óvart. Að segja frá sjálfum atburðinum sem á sér stað núna, það er frekar einfalt. Matthíus og Guðspjall gerir það bara með nokkrum fáum orðum. Jesús hastaði á vindinn og allt var hljótt. Punktur, búið. En þetta er meira heldur en saga til þess að segja í sunnudagaskólanum. Þessi saga segir okkur þó nokkuð hver Jesú er og svarar spurningum sem að lærisveinarnir áttuðu sig ekki einu sinni á því að spyrja. Fyrsta spurningin var þessi: hvar var drottinn Guð í þraut þeirra og þjáningu? Og sú spurning felur í sér aðra spurningu sem er þessi: hver er eiginlega þessi Jesús sem er þarna? Svarið þetta einfalt: hann var með þeim í bátnum liggjandi í skutnum. Og auðvitað er það megin boðskapur þessara sögu. Það sjáum við líka af hugleiðingu postulagana á eftir. Þá spyrja þeir sig og segja: hvílíkur maður er þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Það er megin spurningin. Og nokkrum köflum síðar, í 16. kafla, þá endurtekur Jesú nákvæmlega sömu spurningu til þeirra og þá hafa þeir loksins svarið. Símon Pétur svarar þá fyrir hönd lærisveinanna allra og segir: þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Þá var þeir búin að ná þessu. En enn sem komið var, í bátnum þurftu þeir enn að læra þessa leksíu. Þetta var svo opinberun sem átti sér stað í bátnum. Því þegar Jesús stendur á fætur og hastar á vindinn og vatnið, þá talar hann með mætti skapara himins og jarðar. Því það var það sem Guð gerði, og við lesum það í 1. kafla 1. Mósebókar, að Guð skapaði heiminn með orði sínu, með því að tala.
Og eins það núna þegar Guð, fæddur sem maðurinn Jesús frá Nasaret, stendur upp í storminum og lætur orð sitt breyta öllu. Hann talar og það verður svo. Og hvar síðan þessi talandi Guð í minni þjáningu og mínum þrautum? Jú, hann birtist mér í Jesú Kristi sem síðan mæti mér í orði sínu í Biblíunni. Í sakramenti skírnarinnar, í sakramenti altarisins, í orðum aflausnarinnar, í samfélagi heilagra. Guð ekki langt frá neinum okkar því hann mætir okkur í Kristi. Þessum sama Kristi og ekki var langt frá postulunum því hann svaf í skuti bátsins í storminum á Galileuvatni. Hann var með þeim þótt hann væri þögull og hann með okkur líka. Og kannski verður það þannig í okkar lífi að við þurfum að þola og líða þjáningar. Við þurfum að ganga gegnum erfiði sem okkur langar alls ekkert til. Ef til vil getur liðið langur tími meðan Guð virðist sofa. En hvert annað eigum við eiginlega að fara? Hann hefur hið skapandi orð. Hann hefur sannarlega orð eilífs lífs, eins og við sagðum áðan. Hann hefur heitið að heyra bænir þeirra og frelsa alla þá sem ákalla nafn hans. Þannig að það það sem við gerum þegar við leitum Guðs í bæn og himinin virðist þögull, þá treystum við þessu loforði Guðs að hann hefur heyrt okkur sannarlega. Já, kannski þurfum við að líða þjáningar en þær munu taka enda. Kannski þurfum við að þola sorg en við munum fá huggun. Kannski þyrstir okkur eftir réttlæti en hann mun veita okkur það réttlæti. Það þess vegna sem við leitum drottins Jesú því hann hefur allt vald á himni og jörðu. Hann sem mátturinn og dýrðin. Og hann beitir því valdi til þess að hreinsa okkur af öllum syndum, til að taka burt öll mein og alla sjúkdóma, til þess að skapa þennan heim að nýju og að gefa okkur eilíft líf með sér. Dýrð sé Guði föður sínu og heilugum anda, sem var í upphafi, enn og verða mun aldir alda. Amen.